Góðan daginn og velkomin. Ég heiti Gunnar Hersveinn og þetta semst kynningafundur vegna breytinga á aðalskipulagi Reykjavíkur, Kjalarness og dreifbýlssvæði sem nú í kynningu á skipulags og má finna í skipulagsgátt alveg til 15. september og þar hægt að senda athugasemdir. Þessi fundur svona til að fá sérfræðing á staðinn, kynna málið og svara fyrirspurnum. Fundurinn fer þannig fram að fyrst kemur Haraldur Sigurðsson, deildarstjóri aðalskipulags Reykjavíkur og segir frá aðalskipulagsbreytingunum. Þá kemur Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða hjá Reykjavíkurborg og loks kemur Reynir Kristinsson, fulltrúi landeiganda sem verður með sjónarmið landeiganda. Og þá opnum við svona fyrir umræður og fyrirspurnir og ég býð Harald Sigurðsson, deildarstjóra aðalskipulags Reykjavíkur á koma í púlt. En þetta eru svona stutta kynningar til að svona veita innsýn og svo þetta að spyrja á eftir. Gerðu svo vel. Ef þú vilt nota þetta? Jú. Já, komið sæl. Eins og Gunnar sagði þá ætla ég að kynna sem sagt þá vinnu sem framundan. Við erum raunin að byrja þessa vinnu. Við erum ekki að kynna raunin tillögur af breytingum, heldur að segja frá hvernig við ætlum að standa að þessari endurskoðun á aðalskipulagi Kjalarness og fyrir liggur eins og Gunnar kom inn á það sem köllum verklýsing breytingarinnar og hvernig ætlum að standa á umhverfismatinu og þetta í skipulagsgáttinni núna, þetta skjal sem hérna mynd af og með athugasemdafresti til 15. september eins og en mér finnst alveg komið til greina að framlengja frestinn ef þess óskað. Það eru einungis 2 eða 10 dagar í þessa í lok þessa athugasemdafrests, þannig að það kemur vel til greina að bara framlengja til lok mánaðarins. En svona verklýsing svona að segja frá því hvernig við stöndum að vinnunni, eins og ég sagði, hvaða áherslur í vinnunni, meginmarkmið og leiðarljós og hvernig við stöndum að umhverfismatinu og síðan vantanlegt ferli, kynningar og samráðsferli. En það athugasemdir sem koma fram núna á þessum fyrstu stigum, það geta alveg haft áhrif á vinnuna hvernig við stöndum að henni. Þannig að athugasemdir sem koma fram núna við verklýsingu þurfa ekki endilega að snúa einstökum svona efnisatriðum eða varðandi uppbyggingu eða landnotkun eða eitthvað slíkt. Geti líka verið ábendingar hvernig þið viljið sjáu fyrir ykkur að verði staðið að vinnunni sjálfu og vinnulagið og hvernig við höldum opnu íbúafundin og slíkt. En það hefur staðið til, og þetta rauninni mjög tímabært að fara í þessa vinnu núna, við höfum beðið lengi eftir þessu og þið hafið beðið lengi eftir þessu örugglega að þessi vinna hæfist. Það var unnið, sem sagt, aðalskipulag Reykjavíkur var endurskoðað á ákveðinn hátt fyrir 2 árum síðan og staðfest. Og þar var fókusinn á rauninni megin þéttbýli borgarinnar, sneri mikið að borgarlínu og nýjum uppbyggingarsvæðum inn á nesinu, inn í Reykjavík. Og það var ákveðið vegna svona umfangs og kannski hversu ólík þessi svæði eru, það að segja Kjalarnessið og síðan gamla borgin, að þá var ákveðið þetta yrði svona sérverkefni og yrði farið á stað fljótlega eftir staðfestingu 2022. En nú komið 2024, það liðin 2 ár og tímabært að byrja þessa vinnu. Myndin hérna rammar inn rauninni afmörkunin á breytingar væntanlegri endurskoðun og ég vil taka fram að Álfsnesið sem náttúrulega hluti af gamla Kjalarnessrepp, að það sér verkefni. Við ákváðum að taka það út úr þessari vinnu og vera með fókusinn meira á þá Grundarhverfið og landbúnaðarsvæðin og opnu svæðin á Kjalarnessinu sjálfu, en Álfsnesið breyting sem
hefur nú þegar verið boðuð og varðar iðnaðarsvæðin sem eru þar fyrirhuguð. Þarna á myndinni listað upp svona megin markmiðin. Þetta rauninni, ef við þekkið aðalskipulagi í öðrum sveitarfélögum sem eru í dreifbýli, þá það mjög fjölbreytt viðfangsefni í slíku aðalskipulagi, þannig að það rauninni allt undir í þessu, má segja. Byggð, náttúra og samfélag og atvinnusvæði, útivist, ferðaþjónusta og allt slíkt. Þannig að þetta snýr, og rétt að taka fram, þetta snýr bæði að grundarhverfinu sjálfu sem þéttbýli og svo líka landbúnaðarsvæðunum. Þórólfur Jónsson kemur og talar svolítið skógræktina á eftir og það vissulega stórt viðfangsefni í þessu, og síðan fjölmörg önnur verkefni sem snúa rauninni að útivist, verndarsvæðum og slíku, og undanförnum árum hafa kröfur vaxið mjög frá ríkinu hvernig eigi að gera aðalskipulag í dreifbýli, og þannig að við þurfum að huga að því í þessari vinnu. En hér á þessari glæru eru listuð upp þessi markmið sem koma fram í verklýsingunni, og þetta eru markmið sem eru rauninni í góðum takti við þau markmið sem eru í gildandi aðalskipulagi, en þau eru líka að enduróma rauninni sjónarmið sem komu fram í vinnu sem fór fram 2017 eða 2016-17. Það var stofnaður sérstakur hópur landbúnaðarstefnu á Kjalarnesi, og hann skilaði af sér drögum, en því miður þá klárast aldrei sú vinna, en sú vinna rauninni vísaði rauninni niðurstöðunum inn í endurskoðun aðalskipulags, og við erum að taka það inn í þessa vinnu, og í viðaukanum í verklýsingunni sem liggur fyrir, að þar eru niðurstöður þessa vinnuhóps landbúnaðarstefnu. En þarna, ef ég fer bara yfir þessi leiðarljós og markmið, að yfirskriftin svolítið að virða Kjalarnes innan Reykjavíkur sem landbúnaðar- og dreifbýlissvæði og virða sérstöðu þeirra. Markmiðið náttúrulega að stuðla að fjölgun íbúa og starfa á svæðinu, og þannig það rauninni í gildandi aðalskipulag líka. Styrkja grundarhverfið og nágrenni sem þéttbýliskjarna svæðisins. Það hefur lengi verið talað það að gera grundarhverfið stærra og sjálfbærara þéttbýliseiningu sem stendur undir meiri verslun og þjónustu, og efling atvinnusvæða tengist því náttúrulega líka. Síðan stendur að marka sértæka stefnu þauleldi. Það var eina niðurstöðunum úr vinnunni í hópnum landbúnaðarstefnu, að skoða vel hvort að við getum sett sérstök ákvæði þauleldið. Síðan nefnum við græna trefilinn, og það tengist náttúrulega skógræktarmálunum sem Þórólfur kemur inn á hér á eftir, og hann var skilgreindur fyrir 20 árum síðan í aðalskipulagi og svæðisskipulagi, og það alveg ástæða til að skoða afmörkun hans upp á nýtt í samráði við landeigendur. Og síðan þetta svona almennt að skerpa á landnotkun utan á þessum dreifbýlissvæðum, og þar koma náttúrulega helst til landbúnaðarsvæðin. Og síðan reiðleiðir, stígakerfi, það líka sjónarmið sem komið fram frá þessum hópi sem fjallaði landbúnaðarstefnuna. Og síðan tökum við fram líka að, eins og ég sagði, að athugasemdir sem koma fram á þessum fyrsta stigi vinnunar, að þær eru náttúrulega geta orðið leiðarljós inn í vinnuna og bæst við sem ný megin markmið. Ég ætla ekki að fara kannski djúpt í þetta. Þetta er úr beinar tilvitnanir í niðurstöðurnar úr þessum landbúnaðarstefnuhópi frá 2017, og þarna var, hann átti náttúrulega að fjalla aðallega landbúnaðarsvæðin, en hann kom að fleiru, og ferðaþjónustan, útivistinn og skógræktin brunnu líka á þessum hópi, og það var haldið íbúaþing í tengslum við þetta. En ég ætla kannski að nefna sérstaklega það sem var sagt þauleldið, af því að við erum að taka það inn í þessa vinnu klárlega, og örugglega skipta skoðunum hvernig að gera það, en þetta það sem stendur þarna og er bein tilvitnun í niðurstöðu hópsins,
að setja þar ákveðnar takmarkanir á þauleldi og skilgreina mætti nánar landbúnaðarsvæði eftir því hvernig gæði landsins eru nýtt til búrekstrar. Setja þar skorður við því mikla landi sem fer undir þauleldi, enda hefur það að einhverju leyti óbein áhrif á nærliggjandi svæði. Og síðan lagt til að það verði gerður greinamunur á landbúnaði, hefðbundnum landbúnaði og síðan landbúnaði sem þauleldi getur fallið undir. Og þetta eitthvað sem við munum taka inn í vinnuna og skoða og þarf að ræða með viðeigandi bæði íbúa og síðan hagsmunaaðila. Síðan hefur það sjónarmið heyrst svolítið mikið og það séu, og það kemur fram líka, landeigendur hafa sent inn svona í undanfara þessa inn sínar athugasemdir og það verið að benda það að reglurnar hvað megi rauninni á þessum landbúnaðarsvæðum sem eru sýnd á þessari mynd hér, sem megnið að láglendi Kjalarness skilgreint sem landbúnaðarsvæði, allt sem utan við Grundarhverfið landbúnaðarsvæði. Og þar eru ákveðnar reglur og landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi sveitarfélaga eru yfirleitt tiltölulega sveigjanlegar og opnar. Það ekki bara verið að tala að þarna bara verið hefðbundinn búskapur, heldur fjölbreytt notkun sem þið þekkið heimil á bújörðum og þannig að okkar mati þá reglurnar tiltölulega sveigjanlegri, en það alveg þetta að taka undir að það megi endurskoða ýmsa hluti þarna til að gera það kannski aðeins þægilegri. En þarna, bara til að nefna sem dæmi, þá heimilt að vera með ferðaþjónustu almennt á bújörðum, gistiþjónustu, veitingastaði, auðvitað háð því að gera deiliskipulag, og það líka hægt að skipta bújörðum upp eftir ákveðnum reglum og það talað lágmarksstærð á smábýlum sem 5 hektara. Þannig að það ýmsar reglur sem í gangi og það hægt að fjölga þá íbúðarhúsum á viðkomandi jörðu með slíku skipulagi, en þetta háð því að gera deiliskipulag fyrir viðkomandi svæði. Síðan það sem stendur í þessum reglum í dag í gildandi aðalskipulag, þá talað að minniháttar skógrækt eða nytjaskógrækt sé heimil og það talað upp að 10 hekturum. En það eitthvað sem við kannski, þarna erum við kannski tilbúin að viljum frekar kannski herða á að útvistarskógræktin sé mögulega heimil að vissu marki, og reglugerðin í dag þannig að skógræktarsvæði eiga skilgreinast sem sér svæði og eigi ekki að rúmast það endilega innan landbúnaðarsvæða. En þetta eitthvað sem við ræðum og Þórólfur kemur inn á eftir. Síðan bara vil ég nefna hérna sérstaklega Grundarhverfið sem viðfangsefni og það mögulegt að við þurfum að halda svona sérfundi kannski bara Grundarhverfið. Og það sem brennur á íbúum þar og þróun byggðar og hvernig við eflum Grundarhverfið sem þéttbýlistað. Og í dag þetta afmörkunin eins og hann í aðalskipulagi í dag, sem núverandi byggð hér, og síðan stækkunarmöguleikarnir til norðurs hérna, og það búið samþykkja deiliskipulag fyrir 80 íbúðir hér næst Brautarholtsveginum, og síðan framtíðarsvæði hérna norðan við Brautarholtsveg, en það reyndar háð því að stendur til að færa gatnamótin hér, þannig að það háð því að það skipulag fyrir Brautarholtsveg gerist samhliða skipulagi byggðar hér. Síðan við með skilgreind stór íbúðarsvæði til vesturs sem í Hofslandi, og þessi stefnumörkun þróun Grundarhverfis byggir rauninni á mjög ákveðnu sjónarmið sem kom fram að íbúaþingi hérna 2001 held ég, og fór inn í aðalskipulag á þeim tíma, að byggðin átti að þróast til vesturs frekar heldur en til norðurs og með ströndinni, og það sé meiri gæði í byggðinni þannig. En þetta verður náttúrulega allt tekið upp í vinnunni framundan, og hverfisskipulag hefur verið í vinnslu fyrir marga borgarhluta í Reykjavík á undanförnum árum, og það stendur til að sú vinna komi hingað upp yfir í Grundarhverfi, og svona startfundur fyrir hverfisskipulagið verður vonandi núna á næstu mánuðum. Þannig að það verður unnið samhliða aðalskipulaginu einhverju leyti.
Já, ég ætla nú ekki að fara með djúpt í þetta. Þetta er rauninni bara að vekja athygli á því að í svona verklýsingu er sett fram hvernig við ætlum að standa að umhverfismati, væntanlegra breytinga og þarna er varpað upp svona ýmsum spurningum áhrif uppbyggingar og landnýtingar á þróun á byggð og síðan náttúru og verndarsvæði. Síðan hérna lokum bara að minni á að við erum að byrja eins og hringurinn stendur hérna utan verklýsingu og hún var samþykkt núna í rauninni í lok júní og fór síðan í kynningu núna í júlí og við gerum ráð fyrir því samkvæmt þessari tímaáætlun að vera að koma með eitthvað drög að tillögum, drög að eitthvað breytingum í desember eða fyrir áramót en það gæti fallið til eftir áramótin. En síðan er gert ráð fyrir að vinnan og þetta er umfangsmikil vinna, þannig að það er gott að gefa þessu heldur tíma. Þannig að við erum að gera ráð fyrir að þetta ferli taki í það minnsta ár. Síðan er hérna bara að nefna það í tengslum við aðalskipulagsvinnuna, þá eru hérna sértæk verkefni sem eru nefnd þarna. Við þurfum að huga skráningu menningarminja einkum þá á völdum þróunarsvæðum og uppbyggingarsvæðum og síðan er hættumat vegna ofanflóða. Það er eitthvað sem við munum ræða við Veðurstofuna en svona reglan er að gera hættumat fyrir í tengslu við deiliskipulag einstakra uppbyggingarsvæða. Síðan þurfum við að flokka landbúnaðarland samkvæmt kröfum í viðkomandi landslögum og síðan erum við að huga náttúrulega almennt að náttúrunni og vistgerðum sem verður hér nefnt á eftir örugglega og náttúrulega kolefnisbindingu. Og síðan er grundakverið náttúrulega sérverkefni eins og ég nefndi og síðan eru skógræktaráætlanir sem er stefnumörkun sem hefur verið í gangi og Þórólfur mun koma inn á hér á eftir. En takk. Takk fyrir það. Já, næstur á dagskrá er Þórólfur Jónsson, deildarstjóri. Hann ætlar að segja okkur frá skógrækt, markmið og áherslur. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla aðeins að dýpka aðeins þetta með skógræktina aðalega. Þetta er nú svona bara stikkorð í því sem ég ætla að tala um. Það er skógrækt, það er græni trefillinn, líffræðileg fjölbreytni, votlendið og endurheimt votlendis og kolefnisbinding. En hérna ætla ég að byrja á að tala um þetta eru almenn markmið skógrækt sem eru nú þegar í aðalskipulagi Reykjavíkur og það er náttúrulega að efla borgarskógrækt í útmörk og efla núverandi svæði borgarskógræktar og styrkja aðgengi með stigagerð, kortlagningu og fræðslu, styrkja græna trefilinn með skýrum ákvæðum takmarkaða uppbyggingu mannvirkja og efla ræktun og viðhald á skógræktarsvæðum. Taka undir borgarskógrækt ný svæði þar sem skerðir ekki núverandi landnotkun og framtíðarnot á landi. Efla vitund fyrir borgarskógrækt meðal almennings, efla samstarf og sátt við hagsmunaaðila þar sem borgarskógrækt verður efld. Þetta er svona allt gott og blessað og þetta er sem sé í núverandi aðalskipulagi og ég held að þetta getur nú bara alveg staðist. Og síðan ætla ég að benda hérna á græna trefil, hann kom nú fram hérna á kortum áðan hérna hjá Haraldi. En það er sem sé þarna græna línan sem að mætir fjallinu og síðan mætir hún landbúnaðarlandinu fyrir neðan og hún nær alveg þarna frá Skálafelli, þessi græni trefill og meðfram allri Esjunni og upp í Blikdal og meira sér upp að Tindstöðum. Þannig að þetta er skilgreindur græni trefillinn og hann er sagður skilgreindur þannig að hann er samfellt skógræktar og útivistarsvæði þar sem lögð er áhersla á fjölbreytt náttúrufar og lífríki og sambland skógræktar og ósnortinna náttúrusvæða. Þannig að við athygli þessu. Þetta er ekki tóm skógrækt samkvæmt þessari skilgreiningu. Og skógrækt innan græna trefilsins á að ákvarða á grunni náttúrufarsúttekta. Þannig að það getur inn í þessum trefli getur verið fleira heldur en bara skógur, þó að skógur sé kannski þarna svona líkil hugtak, líkil notkun. Og svo nefndi Haraldur hérna áðan skógræktaráætlun og það er svona,
vinna sem að við höfum verið að reyna að tósa áfram og til þess að svona átta okkur á því hvar og hvernig við viljum hafa skóg í landi Reykjavíkur og það er í rauninni alveg gráupplagt að skoða það svona samhliða aðalskipulags breytingunum og þannig að við viljum þá samhæfa markmiðum skógrækt í aðalskipulagi með ásamt öðrum stefnum borgarinnar. Það er til dæmis þá loftslagsstefna, stefnu líffræðilega fjölbreytni og eins landbúnaðarstefnan sem á náttúrulega þá við hér á Kjalarnesi sem að svona tekur til landnotkunar. Og við viljum þá skilgreina hver þá markmiðin með skógrækt og síðan auðvitað skilgreina svæðin til skógræktar sem við viljum setja í skógrækt og samhliða þá er það viðhald líffræðilega fjölbreytni þannig að það eru ákveðin svæði sem að við viljum þá væntanlega ekki rækta skóg á. Og við höfum líka séð að við þurfum að kortleggja betur skógana. Við eigum bara í rauninni þurfum upp á aðra svolítið að sækja góða kortlækningu á skóglendi þó að það sé svona ýmislegt til. Og síðan er þá skráning, hvernig skráum við kolefniseiningar sem að myndast með skógræktinni, það er svona hluta þá af loftslagsstefnu. Og svo reyndar sem að verður nú kannski ekki beint hluti af þessari vinnu með aðalskipulagi, það er svona áskoranir í samkeppnismálum. Skógrækt getur verið nefnilega á samkeppnismarkaði. Nú markmið skógræktar, það er hægt að telja hérna fleira til en allavega auðvitað almennu markmiðin sem í aðalskipulagi sem ég tók til áðan og síðan þessi skilgreining á græna treflinum, það er náttúrulega gefur líka línuna. Við ætlum að hafa skógrækt sem útivistarsvæði og síðan sem á nú kannski ekki síst við hér en auðvitað mjög víða að það er til skjólmyndunar og fyrir byggðina ekki síst og síðan þegar við erum að rækta skóginn þá þurfum við að gæta líffræðilegu fjölbreytni og markmiðin eru auðvitað líka að við ætlum að rækta skóg og setja kolefniseiningar í loftslagsbókhald borgarinnar. Það er allavega þannig skilgreint í loftslagsstefnu borgarinnar. Nú hérna bara svona til þess að rétt að tengja við líffræðilega fjölbreytni, þetta er svokallað vistgerðarkort sem að Náttúrufræðistofnun gerir og þarna er græni trefillinn teiknaður ofan á kortið og það sem að er til dæmis áhugavert, það eru allir gulu blettirnir, það eru svona mýrarblettir og það eru fleiri svona vistgerðir sem að Náttúrufræðistofnun telur mikilvægar og þannig að við þurfum þá náttúrulega í kortlækningunni svona að skoða hvaða svoleiðis svæði viljum við vernda. Nú ég nefndi kortlækning og skógi, þetta er svokölluð skóglendisvefsjá sem að skógræktin rekur og þarna er sýndur skógurinn í Mógilsá og Kollafirði og einhverju litli blettir aðrir og þetta er ekki gögn sem við eigum en skógræktin á og við kannski munum reyna að eiga samtal við skógræktina hvort við getum svona deilt saman gögnum skóg og skóglendi. Nú svo varðandi loftslagsstefnuna, það er náttúrulega fullt af öðru dóti í loftslagsstefnunni en það sem að snýra að skógrækt, það er þá annars vegar skógrækt og landnotkun, það er þá annars vegar þá kolefnislosun frá landi og síðan er það kolefnisbinding á landi og að hindra að kolefnislosun hefjist, það er mikilvægt, þá erum við að tala um að vernda óraskað votlendi, þannig að þarna kemur bæði til líffræðileg fjölbreytni því að votlendi er yfirleitt er mikilvægt fyrir líffræðilega fjölbreytni og leið og við höldum öllu heldur, leið og við röskum votlendi þá byrjar að streyma upp kolefni upp í loftið og þess vegna er endurheimt votlendis mjög áhrifamikil leið til þess að draga úr losun þannig að einhvers staðar kann það koma til skoðunar að taka einhvert land sem hefur verið ræst fram og breyta því aftur í votlendi. Nú síðan náttúrulega þá eins og með skógræktina það er náttúrulega áhrifamikil leið líka að binda kolefni með því að rækta tré.
Já, skógrækt á landbúnaðarsvæðum. Nú er ég eiginlega komin út úr græna treflunum sem var svona kannski aðal fókusinn hérna á undan. Og þetta kom nú fram hjá Haraldi áðan að það eru mjög þröngar heimildir skógrækt á landbúnaðarsvæðum og það má í rauninni ekki rækta á meir en 10 hektarum á þess að breyta aðalskipulagi. Og það því verið að verja landbúnaðarland fyrir skógrækt og síðan beina skógræktin yfir í græna trefilinn. Og þetta er auðvitað mikilvægt en það kann að vera að þetta verði þá til einhverja skoðunar því að það sem er landbúnaðarland hérna á Kjalarnesi það er kannski ekkert allt í notkun eða neitt sérstaklega gott land mögulega. Og já, þetta er myndin sem Haraldur var með áðan, þetta sýnir rauninni græna trefilinn versus landbúnaðarland, þannig að það náttúrulega eru þarna stórar spildur og ég ætla líka að grípa hérna bara stutta tilvitnun úr þessum hópi sem var að vinna að landbúnaðarstefnu að þeir ætluðu að vilja efla tækifæri til þess að hafa landbúnað og var að veita gott landbúnaðarland en í tillögunum er líka efla skógrækt og það gæti auki landgæði til ræktunar og stór landsvæði var hægt að nýta undir skógrækt og tækifæri til að skipuleggja það heildstætt og svo minnast á skjólmyndunina. Þannig að það er smá kannski mótsögn í þessu en auðvitað er þetta kannski verkefni að annars vegar að flokka gott landbúnaðarland og vernda það og mögulega skilgreina eitthvað land sem er þá ekki, allavega ekki jafngott landbúnaðarland og mögulega leyfa skógrækt á einhverjum svæðum. Það kannski gæti verið verkefni að skoða það, hvaða heimildir gætu komið þar til greina. Og kannski svona til þess að sýna möguleikana þá er þetta úr vefsjá sem að Landbúnaðarháskólinn bjó. Ég veit að þið sjáu ekkert á stendur þarna en þetta er í rauninni landnýting og þessi vinna gerð 2017 og ég hugsa að þetta hefur nú kannski ekki breyst stórkostlega. Það sem við ætlaði að vekja athygli á eru öll þarna brúnu svæðin og það er sem sé framræst land en ekki nýtt til landbúnaðar. Mögulega náttúrulega hestabeit eða eitthvað svoleiðis en þarna eru stór svæði sem eru sem sé framræst en eru samt ekki í einhverju aktífri notkun fyrir landbúnað. Þannig að þetta eru auðvitað svæðin sem við kannski erum að tala sem mögulega eitthvað annað heldur til landbúnaðarframleiðslu en það er samt skylda að reyna að flokka frá bestu löndin þannig að við séum ekki að fara kannski í að breyta þeim í eitthvað allt annað. En eins og Haraldur nefndi þá er þetta bara að vinna sem er framundan og þetta er náttúrulega bara svona stiklur inn í það sem að svona blasir við kannski núna en kannski koma einhverjar athugasemdir áherslur og atriði sem við höfum að skoða betur eða bæta við og þá er bara endum við með takki. Takk fyrir það. Næstur á dagskrá er Reynir Kristinsson sem er þá fulltrúi landeiganda og hann ætlar að vera með hérna eitt erindi. Svo opnum við fyrir umræður og eftir. Getur notað þetta? Ef þú vilt. Þetta bara. Komið sæl, gaman að vera með ykkur. Þetta er nú dálítið ábyrgðarmikið að segja að ég sé fulltrúi landeiganda, ég er ekkert sérstaklega skipaður til þess en það var hópur sem að byrjaði fyrir ári síðan, eða rúma kannski, að velta fyrir sér þessum, við höfðum frétt af því að það ætti að fara í endurskoðun á aðalskipulaginu og við fórum að velta því fyrir okkur hvað vildum við sjá í nýju aðalskipulagi. Og það voru náttúrulega ekkert allir íbúar hérna á Kjalarnesi sem að voru með okkur í þessu. Við reyndum að bjóða öllum þeim sem að við náðum til. Ekki þó fyrirtækjónum að því að við töldum bara að fyrirtækin sæðu nú svona nokkurnu einum sig. En við sem að erum kannski hérna fyrir norðan og eins fyrir austan hérna Kollafjörð
Þetta eru svona gleymdu svæðin. Þetta alveg svo komið þetta fram áðan að það Kjalarnes Grundarhverfi. Það nær frá félagsheimilinu og út fyrir. Nær ekkit mikið meira. En við gerðum eitthvað og ég ætla að reyna að gera grein fyrir því sem að við svona sáum. Ef við tökum saman þessi viðhorf, þá það svolítið svona okkar, svona þegar við förum í fílu, þá segjum við höfum verið svona afskipt og raun og veru hefur frá borginni verið svona hamlandi viðhorf gagnvart Kjalarnesinu. Það best að gera sem minnst eða helst ekki neitt, af því að þá gera allt í 101. En við höfum nú tekið gleði okkar samt, sko. Við erum mjög meðvituð þessa breyttu stöðu hér sem að kemur til út á Sundabraut og Vesturlandsveginum. Byggðaþróunin mun klárlega verða til norðurs. Það fer enginn að byggja á Reykjanesinu og þá ekkert mjög mikið eftir annað heldur en að keyra hér í norðurátt. Grundarhverfi getur stækkað margfalt miklu meira heldur en Haraldur kom inn á hér áðan. Samgöngur draga yfirleitt að sér atvinnustarfsemi, sjáum það alls þar. Hefðbundin landbúnaður sem að hefur komið hér C&I löngu aflagður á Kjalarnesi. Þannig að bara til ykkar að hefðbundin landbúnaður, hann lagðist af svona og í kringum 1960. Einstaka stöðum eftir og af hverju hefur hann lagst af vegna þess að landið einfaldlega hentar ekki til landbúnaðar. Þetta eru smájarðir með litlu undirlendi og það ástæðan fyrir þetta lagðist af. Þannig ekki reyna að koma hér upp landbúnaðið fyrir utan það að sauðfjárrækt bönnuð innan borgarinnar, þannig ekki verður það og þá bara kúabú eftir og það höfum við eitt af ennþá, ekki ólíklegt að það leggist líka af og þá spurningin hvað erum við þá að tala sem landbúnað? Hefðbundin landbúnað með stótti. Nú, mér leiðist svolítið þetta hugtak, hvað kallar þetta, í matvælaframleiðslunni, þauleldi, já. Akkur má ekki kalla þetta bara matvælaframleiðslu og svo getum við haft alls konar skoðanir á henni. Nú, Esjan í raun og veru eitt vinsælasta útivistarsvæði höfuðborginni, við vitum það og ferðaþjónustan vaxandi. Það mikið rætt og búið að ræða hér Þórólfur græna trefilinn og það hefur nánast bara ekkert gerst í honum og það tiltölulega fljótlegt að kortleggja skógrækt á Kjalarnesi því að hún nánast engin nema í Mógilsá. Nú, þetta svona. Þetta draumurinn sem að ég sé með stóðst í. Það að standi hér Reykjavíkurborg leyfir íbúðarhús og atvinnurekstur í dreifbýli. Og þetta gera þeir í borgarbyggð og það sem athyglisverðara hjá þeim að þetta svar við óskum íbúa. Þeim datt allt í einu í hug að hlusta á íbúana og það finnst okkur dálítið merkilegt. Þannig að borgar eða sem sagt að leyfa íbúðarhús og atvinnurekstur í dreifbýli stendur eiginlega upp úr því sem við erum að tala um. Kjalarnesi ekki svona eitt svæði eins og menn vilja gjarnan tala um fyrir utan Grundarhverfi. Við getum tekið hérna norðursvæði sem hérna fyrir norðan. Það bara sér út af fyrir sig, svo höfum við grundirnar eða holtin, Arnarholt og Brautarholt og hérna Grundarhverfi. Það allt annarslegs eðlis, sama má segja hérna röndina undir Esjuhlíðum, Álfsnesi sem að verður nú tekið þá út úr hér og svo Leirvogsárdalurinn sem að hefur nú bara alltaf gleymst. Þannig að hann hefur alltaf verið utan við nánast allt. Ef við tökum hérna frá Kiðarfellsá og hér að Bakka, það hérna svæði hérna bara rétt fyrir norðan okkur. Þetta svona fyrrum landbúnaðarsvæði og þarna eins og annars staðar hefur jörðunum verið skipt upp
í smærri einingar og þannig þetta allt Kjalarnesið, alveg þarna norðan frá og undir Esjuhlíðunum allstaðar. Gjarnan þetta innan fjölskyldna sem þessu skiptu upp, en síðan geta svo þessar spildur gengið kaupum og sölum og þess vegna aðrir eigendur heldur en innan fjölskyldunar. En það hefur verið krafan að það sé gerð deiliskipulag fyrir heilar jarðir. Nú kem ég frá Völlum til dæmis, það sem eru 13 eigendur og það eiginlega ekki, ef ég ætla að gera eitthvað, þá það óeðlilegt að ég sé að fara að gera deiliskipulag fyrir 13 eigendur sem að kunna hafa mismunandi skoðanir. Þetta mjög hamlandi og fyrir þá sem að vilja gera eitthvað ef þeir eru skilgreindir innan gamalla jarða. Nú það eru háleitar hugmyndir uppi uppbyggingu í Dalsmynni, sjáum hvar hún hvernig virkar þetta nú? Það virkar, hérna. Við höfum Dalsmynni hér eru svona hugmyndir ákveðna hluti, íbúðabyggð og hótel og fleira. Það kúaskúpur, það kúabúskapur ennþá að Bakka. Ég hef talað við þau og þau sjá fyrir sér að þegar þau hætta með kúabúskap og þá farið þau í skógrækt. Nú við höfum Blikdalinn, hann bara opin tækifæri fyrir skógrækt og útivist. Það á þessu svæði, hérna þessu norðursvæði kjúklinga og eggjabúskapur, ég kann ekki nákvæma skil á því og síðan erum við náttúrulega bara með Hvalfjarðargöngin hérna, ganga hérna í gegnum þetta svæði og ekkert svo sem fleira það að segja. Ef við tökum Holtin og Grundirnar, hérna sem eru hér næst okkur, að þá mjög mikilvægt að fara að huga því að skipuleggja heilstæða íbúðabyggð og forðast þessa bútasaum sem að ég hef séð allavega og mér hryllir við þegar að það sem ekkert óeðlilegt að hinir einstöku landeigendur vilji skipuleggja hjá sér, en ef þetta allt saman svona ósamhangandi þá held ég að kunni ekki góðri lukku að stýra. Það, eins og Haraldur kom inn á, þá þarf að styrkja þessa uppbyggingu hér á svæðinu. Reykjavíkurborg á þessu svæði 340 hektara fyrir utan Blikdalinn og maður segir, heyrðu, hér tækifæri til byggðaþróunar og ekki þá ég ekki að tala það sem Haraldur var að tala einhver örfá og lóðir, það miklu meiri möguleikar heldur en það. Nú það mjög fallegt hérna og lega að sjó náttúrulega með nesinu öllu og mikil tækifæri þar, innviðirnir þola miklu meira heldur en og það alveg fyrir séð ákveðin þróun útivistar í landi Brautarholts og þar eru golfvöllur og ferðaþjónusta og slíkt mögulegt og það svínabú starrakt í Brautarholt og ég kann ekki frekari skýring á því sjálfur. Ef maður vill leika sér, Haraldur, þá hér svona 50-70 manna byggð, þannig að í staðinn fyrir 50-70 lóðir, þá hér ákveðin möguleiki og menn þá ég að horfa bara til, ég veit ekki hvort ég að horfa til 50 ára eða 100 ára, möguleikin þarna, kannski þarf að nota hann miklu fyrr ef að engin þróun á sér stað í söðurátt. Þetta svona ábending hvað þið viljið fara langt í þessari umferð. Þá erum við komin undir Esjuhlíðuna, það eiginlega bara hérna frá skólanum og að Kollafirði. Og þið sjáum þarna að það búið að brytja þetta allt saman niður í smá reiti og þess vegna svona einhver landbúnaður, að verður engin landbúnaður að þessu, það aldrei hægt að sameina þetta fólk allt saman í það að fara setja hérna upp kúabú sem með 150 gripum eða fara meira eins og landbúnaður í dag. Þannig að landbúnaður á þessu svæði óraunhæfur. Það hæstalega að vera með einhverja kartöflugarða og eitthvað slíkt sko. Norðan vegar, að því að vegurinn skiptir þessu náttúrulega bara norður og söður og það þarf mjög nauðsynlega að skilgreina byggðalínur, mögulega byggðalínur á þessu svæði, annars vegar það ofanflóða
málin sem að ýta náttúrulega byggðinni niður og svo vegurinn hins vegar að það spurningin hvað menn má fara nálagt veginu með íbúðabyggð. Það náttúrulega hægt að fara með atvinnuhúsnæði miklu nær. En þeir sem eiga þarna, það mjög eðlilegt að þeir vilji gjarnan fá að vita hvaða svæði þeir hafa til að hugleiða einhverja byggð á. Svo bara eins og kom frá Haraldi líka að það bara fínt að halda eins og gömlu póstleiðinni og öðrum slíkum, varðveita sögustaðina og síðan alveg fyrir séð frekari nýting á Esjuhlíðum fyrir útivist, nýbúið að opna þarna ný tækifæri. Sunnan vegarins hins vegar, það mjög öflug atvinnustarfsemi, matvælaframleiðsla og heilbrigðisþjónusta líka og íbúaklasar sem að eru þar og mættu gjarnan kannski þróast áfram. Það sem ég á við með íbúaklösum þetta eru nokkur hús gjarnan kannski fjölskyldu svæði þar sem að geta verið nokkrir aðilar úr hverri fjölskyldu og eitthvað svona í þá áttina. Það má alveg hyggstálist ætla að þegar þessi vegur komin þá munu alls konar atvinnutækifæri koma upp meðfram veginum. Þeir sem að vilja vera nálagt vegi eru fljótir að komast inn í miðbæ þegar að Sundabraut komin. Þá þetta bara kjörið svæði fyrir slíkt. Við sjáum líka eins og við Vesturlandsveginn að Bauhaus og allt þetta og IKEA suður í Hafnarfirði og svona, þeir setja sig við þessa góðu umferðaræðar. Að ég held að við ættum að gera, og erlendis því sjá það alls staðar sem eru svona góðar umferðaræðar, þar eru atvinnustarfsemi. Álfsnesi, ég ætla nú ekki að fara þá mikið í það, því verður haldið utan við, en maður setur svona spurningamerki bara við Sorpsvæðið og Skotsvæðið og Víðines og það kannski meira spurning möguleika fyrir íbúðabyggð hér. Ég gerir mig enga grein fyrir því. Ég skil mjög vel eigendurnar hér sem að vilja fara í einhverja svona íbúðaklasa og eins hér í Naustanesi. Og menn ekkert mjög hrifnir af þessari útvíkkun hérna á Esjumelum hingað út eftir. En þetta svona til skoðuna, það alveg klárt að þessi urðunarstaður, hann setur þessu svæði mikla takmarkanir. Þá komum við að Leirvogsárdalnum sem eiginlega svona gleymdi hlutin á Kjalarnesinu en getur í framtíðinu orðið staðgengill fyrir Elliðaárdalinn eða komið vöxtur á honum og kannski komið í staðinn fyrir heiðmörkina. Það alltaf verið að þrengja að heiðmörkinni sem útivistarsvæðis vegna vatnsverndar. Og það sem við viljum sjá náttúrulega, og menn að tala að verði frekari uppbygging á Mógilsá. Það eru núna að meðaltali 10.000 mann sem að fara upp á Esjuna á mánuði. Og það þarf svolítið að huga að því. Bara rétt að skjóta hérna inn að Esjan það fjall á landinu þar sem að flestir hafa farist. Það ekkert annað land og slasast. Þannig að ofanflóða hættumat eða hættumat almennt mjög aðkallandi. Nú, við viljum sjá frekari þróun íbúðabyggðar bæði í Kollafirði og við viljum sjá það áfram. Það eru möguleikar hér, við viljum sjá það, ég nú sjálfur hér, við viljum sjá hér íbúðaklasa, við viljum sjá möguleika á íbúðaklösum hér í Varmadal. Þetta eru svona þau svæði sem eru síðan komið við í Norðurgröf sem eign borgarinnar og hér eru miklu möguleikar til skógræktar. Hrafnhólar eru að tala heilsutengda ferðaþjónustu. Stardalur hér í ferðaþjónustu. Hér á að byggja einhvers staðar 5-stjörnu hótel. Leirvogsáin gengur náttúrulega hér í gegn og það náttúrulega mikilvægt að passa hana varðandi mengun. Þannig að það svona
það þarf að verja hana og síðan eru þetta þessar gömlu leiðir hér, þjóðleiðir hér yfir hérna Svínaskarðið og síðan hérna áfram yfir á Þingvelli sem eru. Nú við sjáum eignarhald hér borgin á þetta rauða en við sjáum hér að það náttúrulega gríðarlega mikið. Þetta allt í einkaeigu eiginlega fyrir utan hérna Norðurgröf og Grafadalinn og hér náttúrulega Arnarholtið og svo náttúrulega hér. Þá þetta í einkaeigu í allt í svona einhverju smá spildum þannig að það alveg útilokað að sameinast í sjálfu sér eitthvað. Menn vilja bara þeir sem eiga þessar spildur hérna og við sem erum hér, þið verður bara að leyfa okkur að gera eitthvað. Ef þið leyfuð okkur ekki að gera neitt, þá gerum við það og aðeins að spyrja okkur. Og það eiginlega hálfu verra. Og þetta svo bara það sem Þórólfur kom inn á þessi skógrækt og ég veit að því að við höfum átt fund með borgarstjóra þeir sem að standa á bak við kolfið að þá hafa menn gjarnan sagt okkur við erum tilbúnir að viljum gjarnan fá heimild til þess að fara í skógrækt hér og í Blikdal borginni að kostnaðarlausum. Þannig að hugsum til framtíðar og höfum hvetjandi en ekki letjandi skipulag. Þannig að verðum nú svolítið jákvæðir fyrir okkur. Takk hérlega. Kærar þakkir fyrir það. Nú ætlum við að opna fyrir fyrirspurnir og umræður. Það hérna einn maður með míkrafón hérna niðri, heitir Þórður. Getur líka svarað einhverjum spurningum kannski. Og þannig að ef einhver vill rétta upp hönd og byrja með spurningu, þá það velkomið. Já, gerðu svo vel. Takk fyrir fundinn, fræðandi og góður, mörgur leyti. En ég með... slökkt á þessu? Ok. Hérna, halló. Það fyrsta spurningin hérna til Þórólfs. Að hérna, mér finnst það vera svo mikið í tali hérna ykkar, það skógrækt og aftur skógrækt og ég bý í Kollafirði og ég að horfa á bæði greni og furu alveg langt upp í hlíðar Esjurnar og ég bara skil ekki alveg hvar við endum í þeim efnum en ég var að lesa hérna skýrsluna frá honum Stefáni Gíslasyni fyrirtæki hans hérna Enviro sem fylgiskjal hérna með hérna aðalskipulagsgögnunum og mér finnst það mjög áhugavert vegna þess að hann að leggja svo mikla áherslu á það að við hérna náum aftur í votlendi og pössum upp á það votlendi sem fyrir. Það stæðsti möguleikin á öllu Stór-Reykjavíkursvæðinu að ná í endurheimt, það þarna. Og takk fyrir það. Og ég kem með fleiri spurningar á eftir. Hvað heitir aftur? Sigríður Ingólfsdóttir. Svo ég átti mig á spurningunni, ertu að spá í hvort að við getum ræktað ofar eða hvað ertu að spá í? Eða? Ég svona fyrst og fremst að spá í það að hérna við séum ekki með þessa ofur áherslu á skógræktina. Já. Heldur að við séum að fara og lesa betur skýrsluna frá Stefáni Gíslasyni og hans fyrirtæki sem eru með mjög áhugaverðar hérna bæði tölur og niðurstöður endurheimtun votlendis og verndun votlendis og líffræðilegra fjölbreytni þar leið sko. Og mér finnst einhvern veginn gegnumgangandi á þessum fundi hérna að við séum bara öll að stökkva út með skóflurnar og hérna setja niður tré. Takk. Já, ég held að það sem einhver misskilningur að ég vil allavega ekki meina að það hafi verið sko málflutningurinn en auðvitað verðum að tala skógrækt en ég talaði líka að og ég vitnaði auðvitað líka í þessa skýrslu frá Stefáni sem fylgir gögnunum að það hérna gagnvart
kolefnismálunum þá sko langsamlega effektífast það að endurheimta votlendi og við eigum einhver tækifæri bæði á borgarlandi en auðvitað mest á landi í einkaeigu en og síðan náttúrulega vernda þessa votlendisbletti sem við eigum sko. Þannig að auðvitað með því að gera svona náttúrufarsúttektir þá ætlum við náttúrulega að reyna að skoða þetta en endurheimtin auðvitað á landbúnaðarlandinu sko. Það er ekki grænatreflum, það er ekki útivistarsvæðunum sko. Þannig að en það var ekki mín meining að skógrækt væri eitthvað aðal en það er náttúrulega mikilvægt engu að síður. Takk fyrir. Já, næsti hver? Já, sælverði, Kristín Gylfi heiti ég, vil þakka fyrir þennan fund. Mín skoðun er svo að það sem við verið að kynna hérna í nýju skipulagi, þetta er svona status quo. Þetta er að mörgu leyti bara óbreytt og hefur verið hérna frá því að Reykjavíkurborg tók við fyrir 25 árum. Það er verið að vitna í hvað íbúar vildu hérna 2001 og annað. Og ég veit allir ekki kannski segja hvort það megi að hlæja og gráta en ég held að kannski er þetta ekkert sko óeðlilegt í samræmi við stefnu borgarinnar sem sagt það að hér hefur lítið sem ekkert verið byggt upp og mér sýnist að sú stefna sé óbreytt. Hún er líka í viðhorfi borgarinnar til annarra sveitafélaga það að í svokölluðu svæðaskipulagi frá 2015 að þá er raunar svona getur borgin haft áhrif á það hvað er mikið byggt í Hafnarfirði eða í Kópavogi. Mér sýnist að þetta sé skipulags ákveðin svona millibils ástands sem kemur fram í því að það er verið að bíða eftir því að við sjáum raungerast hvort að verði betri samgöngur hérna með Sundabraut og við fáum veginn kláraðan hérna frá Valla og inn eftir og þá býði þetta að mínu mati landtækifærana sem er hérna á Kjalarnesi. Og þá kannski rætast þessar skoðanir sem að þú viðrar hérna reynir svo ágætlega það að landeigendur geti nýtt sitt land til ýmiss konar fjölbreytileika í byggð, í atvinnu, í útivist og í skógrækt. Og ég held líka að þessi öfluga matvælaframleiðsla sem er hérna að hún muni hafa hagsmuni af því að geta verið í góðu sambýli með fjölbreyttri hérna og aukinni íbúabyggð. Ég vil líka bara að lokum deila skoðun minni það að ég held að alveg eins og kom fram fyrir rúmu 20 árum síðan að þeir sem í Grundarhverfi og Kjalarnesingar myndu ekki vilja sjá íbúabyggðina þróast mikið meira yfir núverandi Brautarholtsveg upp með Vesturlandsveginum þar sem að var áður fyrir gert ráð fyrir að myndi þróast íbúabyggð. Heldur ætti hún að þróast í vestur inn í Landhofs, Lykkju, Arnarholts og whatever sjáðu til, meira til framtíðar. Og ég held þegar menn sjá líka hvað er að gerast bara í svona með tilliti til þróunar og jarðsögunar að við erum hérna á blágrýtisbelti sem að verður alveg mjög gott að þróa áfram hérna og horfa á jökulinn og fleira. Þannig bara hér býr framtíðin, mér sýnist þetta deiliskipulag og svona viðhorf núverandi meirihluta að vera þannig að þetta er svona óbreytt ástand. Sjáðu til, menn getur svo haft bara þetta, ég svona að leggja mat á þetta. En öðruleyti vil ég þakka fyrir þetta. Takk. Já, kæra þakkir, takk fyrir það. Getur þú brugðist við þessu, gerðu svo vel Haraldur? Já, bara örstutt og minn aftur á að við erum að runna að byrja að tala saman breytt skipulag á svæðinu, þannig að við skulum vona að verði ekki sama status quo eins og þið upplifið það á senastu 20 árum. En það er alveg skýrt í stefnu eins og núna að horfa á að búa til þéttbýliskjarna í kringum Klébergsskóla en það eru mikil tækifæri innan vaxtarmarka svæðaskipulags eins og það er skilgreint. Hofslandið allt er innan vaxtarmarka svæðaskipulags og síðan þetta land sem borgin á, sem er þarna í norðan Brautarholtsvegar, það er að hluta til innan vaxtarmarka en auðvitað finnst borginni kannski og hort á rekstur borgarinnar, það hefur verið heppilegra að stærri hluti af því landi hefði verið innan vaxtarmarka svæðaskipulags. En svo veit maður ekki hvað gerist með þessi vaxtarmörk og svæðaskipulagið, það er þrýstingur á
að endurskoða þau eitthvað. Það er í gangi áhættumatsvinna vegna náttúruvár sem stendur næstu 1-2 árin og vantarlega verða breytingur og aðalskipulagi hugað þeim í tengslum við það. Takk fyrir það. Reynir, þú réttir í pönd og svo kemur Einhafn. Gerðu svo vel fyrst. Já, mér langar bara aðeins að leggja í að því að Sigríður kom inn á það að menn væri að fara út með skóflur og setja niður tré. Hún vill að við förum út með skóflur og mokum hún í skurði. Það er nú einu sinni bara þannig hérna á Kjalarnesinu að flesti skurðir eru nú orðnir fullir nú þegar. Þeir eru samgrónir og losun ekkert mikil. Það sem að gerir mest gagn, það er eins og hér á Vallá, þar sem að menn hafa sett niður aspir í framræst land. Þetta er langmesta kolefnisbinding sem hægt er að hugsa sér. Að það er mjög deildar meiningar það hvort að þessi endurheimt votlendis hvað hún skilir miklu umfram skógrækt. Og þannig að ég segi bara, Sigríður, við skulum bara setja niður tré, ekki vera hrædd við þetta. Ok, takk. Takk fyrir það. Og það er komin einn spurning hér, gjörðu svo vel. Þú heitir? Ég heiti Halldóra Bjarnadóttir og bý á Tindum. Og ég eiginlega bara skildi ekki almennilega þetta skipulag að því ég hélt ég var að koma til þess að sjá kannski hvernig þið hugsuðu ykkur byggðinni þegar við tölum við borgarstjóran síðast þegar hann kom þá sögðu við honum að við vildum hér einbýlishúsahverfi fyrir ríkt fólk og Grindavík og við vildum að það yrði gert strax og það kæmi lóðir fyrir fólk sem er efnaði að búa í sérbýli. Það eru engar lóðir í boði í borginni. Unga fólki kemst ekki inn. Hér er bara flutt inn fólk alveg endalaust til Íslands og það er ekkert í boði fyrir fólk. Og ég held að við varum að skoða kannski, við varum að sjá bara götuskipulaga bara hverfi frá. Og svo er ég náttúrulega eina af þeim sem elska skógrækt og ætla mér að segja ég vil helst bara verða formaður skógræktarfélagsins og ég er bara hér með, ætla ég að bjóða mig fram. Og ég vildi gjarnan sjá eitthvað svona meira að gerast. Ég er alveg sammála þessu sem að Kristín Gylfi sagði. Ég er búin að búa í 25 ár, það gerist ekki raskat. Árið sem ég flutti hingað, þá var mér sagt að það veri 1 ár þangað til Sundabraut kemi. Hún kemur nú eiginlega bara nánast í túni hjá mér. Ég sá einhvern helvítis pramma vera að skoða botnin núna fyrst, 2024. Ég bara veit ekki hvað, ég er búin að heyra þær skoðanir frá borgarstjóranum fyrrverandi sem að satt nú 2 kjörtímabil án þess að hafa umboð af því að hann var ekki einu sinni kosinn að mínu mati að þá er ég búin að heyra þetta stöðugt í sambandi við Kjalarnesi. Það á bara ekki að byggja ofan við Ártúnsbrekkuna og ég bara skil ekki, þetta er grænasta svæði í allri Reykjavík. Kjalarnesið, þetta er mjög gott svæði til þess að búa á. Ég bara skil ekki, óta hverju þið getið ekki búið bara til lóðir og skipulagt þetta. Það virðist vera allavega nægilegt að fólki á launum hjá borginni. Takk fyrir. Kæra þakkir. Getur þú aðeins brugðist við þessu, Haraldur? Já, bara örstutt. Grundarhverfið, það hefur alltaf verið gert ráð fyrir því að byggja í Grundarhverfið þrátt fyrir svona megin markmiðum að þétta byggðin og slíkt. Það hefur verið talað um ákveðin fjölda á ári en kannski er vandamáli hér að landi sem er tekið frá fyrir íbúabyggð í Grundarhverfið er í einkaeigu og það er Hofslandið. Það eru fornleifar þar líka og svo það eru sérbýlislóðir í aðrinum á byggðinni sem eru eiginlega tilbúna nema það er fornleifarannsókn sem hefur tafið það og síðan er lóðin fyrir ofan sem sagt við Brautarholtsveginn, hún er ekki sérbýli heldur fjölbýli, það er 80 íbúðir þar sem er tilbúið. Síðan vissulega í samhengi við húsnæðisáttakið og Grindavíkur þá var alveg rætt að fjölga sérbýlislóðum í Grundarhverfi og horft á svæði fyrir ofan Brautarholtsveg meðal annars. Þar erum við samt að glíma við færslu á veginum og hönnun þess í samráði við vegagerðina. Þannig að það er smá flækir í því en vonandi tekst okkur að fjölga lóðaframboðinu auka lóðaframboð. Þetta flækist búið verið 25 ár.
Takk fyrir. Þú var það ekki? Ég er nú svona elst hérna ábyggilega í hópnum af Kjalnesingum sem hér búa, Hjördís Gissurardóttir, og ég er búin að búa hérna í 56 ár. Og ég hérna er náttúrulega búin að upplifa margt hérna. Það hér var mikill landbúnaður þegar við fluttum hingað og ekki eitt laufblað trjám nema aðeins í Kollafirðinum sem skógræktin var. Hér var nú margt breyst til hins betra og við höfum ekki verið á neikvæð. Hverfi kom hérna og hefur bara verið hamingjuríkt hérna bæði fyrir skólan og þéttbýlið allt það að við höfum geta haft betri kennslu hér í skólanum af því að við þurfum, íbúa til þess að halda á skóla. Og við höfum hérna lítinn kjarna af matvöruverslun sem er líka mjög ánægilegt og hvet fólk til þess að nýta sér það í sínu hverfi. Að við viljum fá að vera hér öll í sátt og samlynd og fá að njóta þess sem hér er. Sundabrún er náttúrulega búin að vera hér í lofarði öll þessi ár en eins og ég segi við stóðum líka hreppsbúar hérna á sínum tíma mótið því Markús Örn Antonsson þegar hann var borgarstjóri. Þá bauð hann Sundabrautina ef við myndum sameinast og það var því miður ekki nægur hópur fyrir því að játa því að það gæti orðið. Það er alltaf að tala um peningaleysi og lóðaleysi og annað. Það hefur enginn verið á móti því að eru mjög ánægð að fá meiri þéttingu hérna inn í hverfið og það var þetta vestur líka. Mér finnst furðulegt eins og við erum að tala alltaf, það er peningaleysi. Við eigum lífeyrissjóði sem eru í einkafjárfestingu. Þeir eru komnir í samgöngur því þeir eru stærstu hluthafar hjá flugliðinu Icelandair. Hvers vegna fáum við þá ekki í uppbyggingu á Sundabraut og borgum síðan vegatolla? Þetta er ein spurning sem við eigum þetta öll saman og það er alltaf hreint verið að taka úr vössum okkar meira og meira. Það vantar alls þar byggingarlóðir. Við erum með í þessum litla botnlanga sem hér heitir Reykjavíkursvæði, Hafnarfjörður, Garðabær, Álftanes, Kópavogur, Seltjarnarnesi jafnvel. Það er ráðhús í hverjum einasta litla bæ þessum og kostar heilmikið hópur af fólki sem vinnur við það. Það er alltaf verið að rífast, maður heyrir þessa grátlegu orð í þessum þéttbýliskjarna á milli íbúakjarnana og þar er verið að rífast það að það fari jafnvel Reykjavíkur íbúar í Hafnarfjörðin og þeir missa Reykjavíka í Hafnarfjörðin og svo öfugt. Þannig er það hálfgerð stríð á milli bæja. Akkur ekki að sameina þetta svæði og hafa eitt gott skipulag á öllu þessu svæði. Almennilegt svæði, þetta er að verða ef við keyrum þessa bæi alveg hræðilega ljótt og illa skipulagt heildarsvæði. Og það er þarna litlir bæir innan milli sem allir eru í stríði. Þetta kostar okkur alla íbúa hérna að vera með öll þessi ráðhús, allt þetta starfsfólk og allt annað, þetta má ekki miklu betur gera. Og hér á Kjalarnesi er náttúrulega búið að taka heilmikið byggingarland, það er ofanflóða hætta hérna, þegar að tala um skógrækt hérna meðfram og kolefnisbinding og annað. Eins og nefndir hérna einn áðan að það er gott að rækta hér í hlíðum Esjunnar aspir vegna þess að það er votlendi, mikið votlendi og mikil mýri, erfitt að byggja hús þarna djúpt niður að fast. Og eins og ég segi, ég held að við ættum að íhuga svona stóru heildarmyndin, áður alltaf að kroppa lítinn kjarna, hann kostar okkur helmingi meiri pening heldur af þau sem þurfum að eyða. Takk fyrir. Takk fyrir þetta innlegg. Það var hver réttu pönd hér? Já. Heyrðu, við komum þessu til stjórnmálamannana líka. Gerðu svo vel. Kannski fyndi að breyta til. Ég er örugglega með nýjustu Kjalnesingum hérna. Flutti inn bara í fyrra. Já, skemmtilegt. Ég vildi aðeins spyrja fornleifarnar. Þú vísaðir einn í þar áðan. Einn ykkar. Jóhann heiti ég, afsakið. Ég vildi í rauninni spyrja hvernig virkar það? Þið þurfið að kortleggja og skrásetja allar þessar fornleifar og rífið upp svæðið og skilið í rauninni bara eftir moldaflag. Vísa hérna hjá Jörfagrundinni. Hvað gerist svo? Þið skrásetið og þarf þá að gera eitthvað eða verður þetta bara lokað og bara það eru fornleifar hérna undir þessari lóð og við byggjum hús eða hvernig fer það? Þú ert nú fróður þetta, Haraldur, er það ekki? Það er krafa að skrá fornleifar og menningarminjar við gerð skipulags og venjan er rauninni að gera það í tengslum við deiliskipulag þegar það er búið ákveða
ákveða að byggja ákveðnu svæði og fara í framkvæmdir á ákveðnu svæði, þá alveg skýr krafa að þú þarft að klára fornleifaskráningu áður en klára skipulagið eða áður en ferð að framkvæma. En í tilviki aðalskipulagsins þá erum við rauninni ekki að gera ráð fyrir því að það verði farið í allsherjar skráningu núna á öllum bújörðum og öllu svæðinu. Heldur munum við huga að þeim svæðum það sem stendur til og vitum að verða svona þróun- og uppbyggingarsvæði, en setjum kröfunum fornleifaskráningu inn í að það sé áskilað, það sé klárað þegar farið í deiliskipulag þegar þar að kemur. En fornleifa uppgröftur, þetta er venjulega kortlægning á yfirborði og metið verndargildi, og það er bara mikilvægt að vita hvað var á svæðinu áður en svæðinu verður raskað. Þetta þýðir ekki endilega að það með ekki byggja neitt á svæðinu, en krafan er skýr það að það á að kanna hvað var til staðar áður en byrjar. Þú heitir? Já, góðan dag. Takk fyrir þennan góða fund. Eggert Ólafsson heiti ég á Jörfa á Kjalnesi, og það er ætli ég sé ekki svona með elstu búandi Kjalnesingu hérna. Ég geti trúað því. En ég var stofnandi björgunarsveitanna Kjöl og talsveit mikið meira. En ég ætlaði að spyrja einna spurningar, eða rétt að tvær. Hvenær er áætlað að svæði númer 2 og 3 í skipulagi verði farið í gang með það? Fyrir norðan Brautarholtsveginn. Já, það er 2 og 3. Áttu við svæðin, hvenær verður farið í, ég átta mig ekki alveg á númerunum, en Þórður kannski getur svarað í betur varðandi deiliskipulagi. Já, ertu þá að tala áfanga 2 og 3 á þessu svæði, hérna, Jörfa og... Það er verið að tala það er komið tillaga, nú er komið deiliskipulag samþykkt fyrir, við Brautarholtsveginn, en svo er það að tala það er tillaga það er tillaga 1 fyrir neðan Brautarholtsveginn, svo er tillaga 2 og 3, þá er það að vera aðeins norðar. Einmitt. Náttúrulega núna var að samþykkt bara núna þessu ári deiliskipulagi fyrir Jörfa og Grundarhverfið. Það eru einhver 82 íbúðir held ég, minni mig. Það eru 82 íbúðir sem eiga að fara í uppbyggingu þar á fyrsta áfanganum. Það er ekki komið neinn dagsetning eða tímasetning hvernig verður ráðist í hitt. Það er náttúrulega þá kannski að vera að skoða hvernig verður eftirspurnin eftir þeim íbúðum sem verður til staðar á áfanga 1. Ég þekki það ekki alveg, en ég telur samt þetta sem eftirsefna verður íbúðir. Þetta er örugglega gott að búa þarna á Kjalarnesinu, og þegar við erum komin með íbúðir og kannski fjölbreyttari íbúðarsamsetningu í þetta hverfi, og þá fólki sem er flytt í þetta hverfi, þá erum við að sjá það hvernig þróunin verður, hvort við getum það farið á uppbyggingu þá strax, en það er ekki komin tímasetning á hvernig það verður að farið þá í hinn hverfin. Það er bara nýbúið samvikið þetta deiliskipulag, síðan það útbúið nýtt deiliskipulag fyrir hitt. Þetta er bara hugmyndir, er ekki rétt? Jú, þetta er náttúrulega samkvæmt aðskipulagi, en það má byggja þarna upp, og það er náttúrulega borgin vilji fara þá leið til að byrja með, fara norður fyrir Brautarholtsveginn, og þá þegar hann færist. En svo náttúrulega eru, eins og búið að tala um deiliskipulag, það hafi verið hugmyndir í Hófslandinu og mjög stórar hugmyndir þar góð og flott íbúðabið þar. Samt heldur sem verðum líka leitast við að hafa þetta líka aðeins fjölbreyttara íbúðaform. Þetta sé ekki bara einbýlisraðhús, við séum líka með svona minni fjölbýlishús líka, en það náttúrulega passa sig í svona litlu hverfi þessi fá hús sem ekki útbúið stóri fjölbýlishús, en það sé fjölbreytileiki. Þannig að ég held að næstu skref séu bara með vantar tengslu þess að vinna hvert á þróun að vera, til að mynda þá varandi þróun Grundarhverfis. Takk fyrir. Var þetta ekki nógu gott svar eða? Ég bara heyrði það sem að sagði það. Já.
Heyrðu, viltu prófa þennan mikrofón? Hann kannski aðeins betri. Og ekki alveg svona nálægt. Heyrist þetta? Já. Já, sko, spurningin varðaði sko vantarlega áfanga sem að gætu þá farið á stað í kjölfar þess sem hefur verið samþykktur núna í sumar. Það var náttúrulega samþykkt deiliskipulag fyrir áfanga 1 í Jörfa og í Grundarhverfinu sem eru held ég 82 íbúðir en hitt ekkert komið það stiga við sem að fara deiliskipulegja það strax sko. Það sé vantarlega hugmyndin að skoða hver verður eftirspurnin eftir þessum íbúðum sem á að fara þá í að byggja upp á þessu svæði. Ég tel að það verður örugglega góð eftirspurn eftir þeim en það ekki komið nein tímasetning eða neitt, þetta gæti kannski farið að vera þróunarsvæði, færum það ákveðna þróunarvinnu í tengslu við það. Náttúrulega það svona uppi hugmyndir að færa þá Brautarholtsveg og þá þetta kannski tengslu við það og þá uppbyggingu sem þá í breikkun Vesturlandsvegar en það ekkert komið nein dagsetning eða tímasetning hvenær verður farið í þá vinnu en það alltaf verið að skoða svona hugmyndir eins og bara myndist á áðan varðandi Hofslandið. Það eru stórar hugmyndir það land og uppbyggingu þar. Takk fyrir. Það eru konar 3 spurningar, eða 3 hendur. Hendur, gerðu svo vel. Þú heitir? Ég heiti Elísabeth Jónsdóttir og frá Varmadal, bý þar. Mér langar bara að þakka fyrir fund, mjög góðu fundur og Reynir sérstakar þakkir til þín og bara fyrir þitt framlag hérna fyrir okkur hinn. Að halda utan þessa vinnu sem varst að kynna hérna áðan. Spurningin mín að þið talið að samtali sé bara svona hefjast. Ég væri alveg til að heyra smá svona hver pælingin, þetta á að taka ár það bil. Hvernig verður samtali? Við höfum einhverja möguleika á breytingatillögum til 15. september. Það bara hver og einn setur inn eitthvað eða einhvers konar áform samráð við til dæmis Reyni fyrir hönd okkar allra landeiganda eða, já, bara hver eru pælingar því? Takk fyrir. Takk fyrir. Kannski Geimir svarið aðeins. Þú heitir? Bjarni Bærings heiti Bjarni Bærings heiti ég og eigandi af Dalsminni. Halló. Já, Bjarni Bærings heiti ég, eigandi af Dalsminni. Ég sendi inn fyrirspurn byggð í Dalsminni í tvígang og hef ekki fengið nægjanlegt svar og ég sótt byggð fyrir 3500 manns í landinu, full fjármagnað. Ég sótti líka fyrir umferðarmiðstöð í mínu landi. Þannig ég kom að því að skipuleggja almenningssamgöngur að færu á stað og strætó og keyrðum allt Ísland. Og það var út af minni hugmynd umferðarmiðstöð hérna upp frá upp á Kjalarnesi. Og mín hugmynd með umferðarmiðstöðuna var sú að allar almenningssamgöngur færi ekki til Reykjavíkur. Heldur væri þarna endastöð og þú gæti skilið bílinn eftir og tekið strætó til Reykjavíkur og miðaði þá við að Sundabraut var í komin. Þetta gæti sparað bifrið á götum Reykjavíkur á 3 milljón á ársgrundvelli. Og það virðist engin áhugi á þessum hugmyndum hjá Reykjavíkurborg. Mín hugmynd íbúðarbyggð þarna upp frá var þarna væri byggðar mjög ódýrar íbúðir, litlar, leiguíbúðir eða söluíbúðir, hvernig sem væri. Þetta væri fyrsta hverfið á Íslandi sem væri skipulagt með án þess að almenningur sem byggðu þarna þyrfti að eiga bíl því að umferðarmiðstöðin í göngu fjarlægð. Og vegalengdir þegar Sundabraut komin,
þá þetta 20 til 25 mínútna akstur niður á BSI eða það sem umferðarmiðstöðin þar niður frá. Og þar í göngufjarlægð Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, sjúkrahúsið, Landspítalinn, Háskólasjúkrahús og allur miðbærinn þarna skammt frá sko. Þannig að ég held að þetta væri sniðug hugmynd, en heyri ekki neitt frá Reykjavíkurborg. Fyrir utan hitt að það er verið að tala skógrækt og fleira. Ég er eigandi að Blikdal af hálfu yfir 50% á móti í Reykjavíkurbæ, norðan Blikdalsár, og þarna eru sem ég á í óskiptri sameign með Reykjavíkurborg 1700 hektarar. Minnst okkur helmingurinn af því er tilbúin til skógræktar og hver sem er. En það er ekki einu sinni verið talað við mann frá Reykjavíkurborg. Finnst ykkur, þessu fólki sem situr hérna, finnst ykkur fólki þetta eðlilegt og ykkur viljið til þess að gera eitthvað hérna á Kjalarnesi? Mér finnst ekki. Takk. Kæra þakkir. Tökum eina hér í viðbót og svo svörum við svo. Gjörðu svo vel, þú heitir? Góða kvöldið, ég heiti Gulli. Ég búinn að búa hérna á Kjalarnesi frá ég fæddist, vera komið 30 ár. Og ég búinn að sitja nokkur svona fundi hérna sem að Reykjavíkurborg kemur og heilsar upp á okkur og hérna brosir til okkar. Fær óþægilega spurningar í hvert einasta skipti og eru nokkuð góð í að svara þeim, en svo finnst mann ekkert gerast. Nú hljómar þetta alltaf ágætlega og það er að koma deiliskipulag og svoleiðis, en fyrir svona kannski einhvern eins og mig sem að hlustar á ykkur og kemur, þá finnst mér svona eins og eigið aðeins meiri tíma bara í að flækja hlutina heldur en að komast að lausnum. Það er alltaf að tala um deiliskipulag, nú erum við að tala um að fara í einn áfang og sjá hversu margar íbúðir seljast, hvort eftirspurnin verði einhver eftir þeim sko, þannig það lýsir svolítið svona álitun á Kjalarnesi þar sem að það nú talað um að sé neyðarástand í þjóðfélaginu, hvaða vantar mikið af íbúðum. Ég hugsa þó að veri byggðar 1000 íbúðir en það myndu seljast upp sko. Það er ekki spurning eftirspurnin heldur vilja til þess að framkvæma sko. Þannig að já, það er svona mín spurning. Eru þið ekki flækja þetta svolítið meira fyrir ykkur heldur en þarf að vera? Takk fyrir. Já, það er semst Elisabeth og Bjarni og Gulli. Já, ef ég bara byrja á spurningur ferli framöndan og hvernig ætlum að standa að þessu, eins og ég nefndi hérna áðan, held ég örugglega að þá er kannski þessi fyrsti fasi erum við að kalla eftir athugasemdum frá ykkur innlegg inn í vinnuna hvað eiga skoða sérstaklega, en líka rauninni með að koma fram hugmyndur hvernig þið viljið standa að samtalinu. Við munum náttúrulega halda íbúafundi, við erum bara að byrja, við erum ekki með tillögu núna og við höldum annan íbúafund fljótlega, vantarlega aftur þegar ykkur draugur er komin. Síðan hefur líka verið rætt að stofna sérstakan starfshóp vinnuna og þar verði fulltrúar frá íbúaráði og valdir fulltrúar frá íbúum með þá kjörnum fulltrúum. Ég held að sé mikilvægt að kjörnum fulltrúar í Reykjavík komi inn í þá vinnu og við höfum rætt þetta, við ákváðum að setja ekki skrifa þetta beinlínis inn í verklýsinguna. Þetta er eitthvað sem við getum gert í framhaldinu og vildum ekki vera að skrifa einhverja nákvæma samráðsáætlun inn í þetta núna, heldur bíða eftir þessum fundi og heyri í ykkur. Varðandi Dalsmynni og þessar stórhuga hugmyndir þar, að ég held að öll sveitarfélög myndu nú staldra aðeins við þegar fá svona hugmyndir á borðið, þegar heilt íbúðahverfi er annars vegar. Sveitarfélög eru náttúrulega með lögbundna þjónustu á sínum vegum og þetta kallar á náttúrulega mjög náið samtal milli viðkomandi landeigenda að koma með hugmyndir heilt íbúðahverfi varðandi skólamál og alla þá þættir sem snúa að uppbyggingu þéttbýlis. Þannig að kannski er ekki vænta Jú, en það er kannski ekki að vænta skýra svara frá embættismönnum varðandi þetta, þannig að þetta er eitthvað sem þarf að leggja á borð fyrir kjörna fulltrúa líka með einhverju samtali. Og þriðja spurningin, hvort við værum að flækja hlutina og mikið.
Við búum náttúrulega við, og ég bara tek undir það, að allt stjórnsýslu umhverfið, lög og reglugerðir í kringum umhverfis- og skipulagsmál eru svakalega flókin og verða alltaf flóknari með hverju árum sem líður. Þannig að við, til dæmis með þarna, já, bara margar hluti sem við þarna lendum á vegg með út af flækjum í kerfinu sjálfu sem við búum ekki til sjálf, heldur þetta lög og reglugerðir sem koma frá samkvæmt landslögum. En eflaust getum við gert betur og aukið skilvirkni hjá okkur líka. Takk fyrir, það eru konar. Já, Sigríður, þú ætlar að bæta aðeins við? Ég var bara rétt að byrja hérna áðan, sko. Ekki verið of lengi samt. Of lengi? Nei, ég er alltaf stutt og skal segja þér. Heyrðu, það er hérna í því sem er hérna á netinu í skipulagsgáttinni. Það var Hallónum, ok, fínt, já. Heyrðu, það er þarna í Rauðaskjalinu sem er í samráðsgáttinni. Það er ekkert samgöngur. Og það er kort náttúrulega sem að maður ætti að geta skoðað einhverja línur, en það er svo lítið kort og ekki takt að stækka, þannig að maður sér ekkert hvað er fyrirhugað. Ég svo sem veit að það er fyrirhuguð Sundabraut, ég er búin að heyra það hérna löngu áður en að hérna margir fæddust sem eru hérna inni. Og eins er núna hugsanlegu nýr vegur, þarna Víðnesvegur upp á Vesturlandsveg í gegnum hérna Álfsnesið. Og þá klippist náttúrulega út svolítið mikið svæðið, Kollafjarðarsvæðið. En það er hvergi í þessu plaggi núna, það er hvergi neitt almenningssamgöngur, það er ekkert hjólastíga, það er ekkert gönguleiðir, en hins vegar er þó svolítið reiðleiðir. Og mér finnst það náttúrulega mjög áhugavert, en því miður þá að ég ekki hest til að komast milli staða. Þannig að mig vantar aðrar umbætur og við vitum það öll sem erum hérna inni að það eru engar almenningssamgöngur hérna. Og ég er með annað hérna í viðbót. Ég talaði að það þurfa að fjölga atvinnutækifærum á Kjalarnesi. Í mínum huga eru þau í dag fjölmörg hérna og mjög fjölbreytt. Það er í matvælaframleiðslunni og öll stækkunin sem á eftir að verða á Esjumilum sem er ekkert lítil í athafnasvæði og allt iðnaðarsvæðin er á Álfsnesi með Hringarásagarði og dittinn og dattinn. Ég held að þetta með að leita að atvinnutækifærum hér, það þurfi ekki, en hins vegar þá verðum við að hafa samgöngur til þess að komast í vinnuna, til þess að komast að atvinnutækifærunum. Takk. Já. Já, ég held að samgöngur verði klárlega viðfangsefni í þessari vinnu. Það er kannski ekki gert mikið. Sundabrautarverkefnið er í sérbreytingu eins og þið þekkið sum og var kynnt sérstaklega. Þannig að við höldum þessu aðskildu en þetta hangir náttúrulega allt saman og það er talað meira svona útivistar og stígakerfi og slíkt en samgöngurnar eru klárlega og umferðaröryggi og fleira er klárlega til umræðu í þessari vinnu. Þannig að það er hægt að bæta því við og gera það skýrar inn í verklýsingunni. Já, sæl, ég heiti Hlíf og búin að búa hérna á Kjalarnesinu síðan 2004 og þá var mér sagt að það væri næst á dagskrá þá væri náttúrulega þessi Sundabraut en nú langar mig til að fá bara alveg hreint skýrt svar. Hvenær ætliði að byrja að byggja? Ekki tala eitthvað deiluskipulag eða neitt svolítið sem mig. Segðu bara ætliði að byrja innan árs eða ekki, já eða nei? Þetta er náttúrulega ríkisframkvæmd og Hjördís kom inn á hana líka, þá er varðandi fjármögnunina, hefur lengi verið hugmyndin að þetta sé þetta er ekki hluti af samgöngusáttmálanum eða samgönguáætlun, þetta verður fjármagnað á sérstakan hátt með samstarfi enga og aðalega og ríkisins með þá vegtöllum og það hefur staðið til lengi þannig en planið eins og lítur út núna og núna er þessi vinna í gangi og mun vonandi ganga
fram eins og áætlað en samkvæmt fyrirliggjandi áætlun þá talað að undirbúningur framkvæmda hefist 2026. Hún var að spyrja íbúðir. Hvenær á að byrja að byggja húsina? Varstu ekki að spyrja Sundabraut? Nei, hún var að spyrja húsina. Ætlaðu að byrja að byggja innan árs eða ekki, já eða nei? Ok. Þetta var tekið fyrir hérna áðan líka sko, en Nei, ég var alveg svaraði. Við svöruðum við ekki skýrt kannski, en Það var já eða nei? Hvenær á að byrja að byggja þessi húsum að fólki býður Það ekki, sko, Það býður ekki að segja bara deilumskipula og eitthvað svona lög. Ætlaðu að gera þetta ekki? Sko, borgin stjórnar ekki, sko, við gerum skipulag og skipulagi tilbúið fyrir 82 íbúðir. Skipulagi í Hofslandi háð því sem landeigandi þar. Við setjum rammann og reynum að setja rammann og gera það vel, en við getum ekki stjórnaði hvenar einkaaðilinn fer að byggja á viðkomandi svæði. Þannig að ég get ekki svaraði hvort það gerist eftir 1 ár eða eftir 2 ár. Komið eitthvað leyfi til bygginga þar? Í Hofslandi? Nei. Nei. Það er Já. fyrir aðflokkir bygginga núna á Jörðalandi. Já, flokkir. Hvernig að koma í það? Hérna, gerðu svo vel, þú heitir? Ég heiti Guðjón Halldórsson og ég bý á Fitjum á Álfsnesi. Það komur óvart að Álfsnesi ekkert með í dag. Ég hef ekki fylgst með því að það væri búið að taka það út fyrir þessa umræðu. En hvað það, ég er búinn að hlusta hér á umræðinu í dag og þetta fínn fundur. Ég skil vel Bjarnavin minn að hann skuli ekki fá svör frá Reykjavíkurborg. Ég er ekki alveg svona stórtækur í mínum áætlunum þar sem ég býr á Fitjum. Ég er með eitthvað 3 hektara landi og haft svona vilja til að byggja þar upp. Ég þekki hins vegar mjög vel það sem Bjarni er að tala um, þannig að ég er búinn að starfa síðustu 10-12 árin við að byggja upp íbúðabyggð, reyndar í Svíþjóð, þar sem við fórum inn í lítið sveitafélag, fengum 30 hektara landi sem var inn á aðalskipulagi en enginn var að hugsa að byggja upp og ég hef gert það í mínu fyrirtæki byggja þar upp 2000 manna byggð á síðustu 10-12 árum og það var engin skóli, það var engin leikskóli, það var ekki neitt og núna þarna heilsugæsla, leikskóli, elliheimili, sambýlir fatlaða og já, allir eru komin til staðar og þetta allt gert sem einkaframkvæmd. Mér finnst að Bjarni ætti að hann að fá sko kannski fundabúð og svona spjallum tillöguna. En ég vildi hérna koma, það er eiginlega örsaga, hún af Álfsnesi þó Álfsnesi ekki með hér í dag, að þar hef ég fengið deiluskipulag, Leiruvegur sem við búum við, ég bý við Leiruveg, það stór hættuleg gatnamót upp á við Vesturlandsveg, það margbúið að reyna að fá svona fráreinar og aðreinar í kringum það, ég talaði borgina og hann bent talaði vegagerðina, ég talaði vegagerðina og þeir bentur bara talaði borgina. Ég borga svona 800.000 í fasteignagjöld á ári til Reykjavíkurborgar og ég er með 1 ljósastur við göttuna. Það öll þjónusta sem að Reykjavíkurborg veitir. Þetta endaði þó með því 2009-2010 eftir 3 ára baráttu, þá fekk ég samþykkt deiluskipulag til að byggja brú yfir Leirársvána fyrir akandi, hjólandi og ríðandi eða gangandi, hjólandi og ríðandi. Við reyndar keyrum yfir hana líka, þetta vegleg brú og það bætti samgönguna þarna á milli. Í þessu þá fekk ég samþykkt líka deiluskipulag fyrir 2 íbúðarhús á þessum 3 hekturum. Síðan hef ég ekkert byggt þau, það er bara deiluskipulagið samþykkt og þetta liggur fyrir. Ég óskaði síðan eftir því fyrir svona ári síðan og þá kem ég að kjarnamálsins. Bjarni fær ekki svör fyrir stóru málin sín. Ég óskaði eftir því við Reykjavíkurborg að fá að setja niður 200 fermetra einbýlishús á landinu, það segja ekki á þessum deiluskipulögu lóðum heldur annar staðar á þessari spildu. Og svarið sem ég fekk tilbaka er að, heyrðu, þú ert þegar með einhverja 1000 fermetra byggingarétti. Þú getur ekki fengið að byggja meira á þessu. Og ég spyr, hver er pólisían? Hvað er það sem ræður för?
Ég vildi bara ekki nýta þessa byggingarétt síðan með, ég vildi bara byggja annar staðar á þessari spildu, 200 fermetra og einbýlishús og fyrir aðilina fjölskyldunar og það bara nei. Samt engin þjónusta sem Reykjavíkurborgar veita, það engin skóli, það engin leikskóli, ekki neitt, við kaupum það allt í Mosfellsbæ bara, förum yfir okkar enga brú. Hvaða pólitík í gangi? Mér finnst bara eins og Reykjavíkurborg, ég flutti árið 2004 á Fitjar og þá var Sundabrautin að koma bara á næsta ári. Mér finnst eins og Reykjavíkurborg, ég hef keypt Kjalarnesið, hunsað allan tíman og notað það sem ruslahaug á Álfsnesi og ekki gert neitt og það engin áhugi til að gera neitt. Og þetta sem við erum að gera hér í dag og þeir að kynna ykkur 80 íbúðir, ég algjörlega sammála það sem að vera hér að tala hérna á hann, það verður að hugsa þetta í stóru myndinni. Þetta eins og bara, þú veist, að láta hann hafa eitthvað, svo hægt að tuða. Það þarf að gera eitthvað miklu breiðara samhengi. Takk fyrir. Það eru fyrir að styttast í þessu allar að svara núna strax. Varstu með? Ég varðandi Álfsnesið og Fitja og það eru landskikar með Leirvogsvatni og þar sem ég sagði áðan að Álfsnesi væri sérbreyting aðalskipulagi og þá var ég að horfa á atvinnusvæðin yst á nesinu. Eins og yfirskriftin á verklýsingunni þá var þetta Kjalarnes og önnur dreifbýlssvæði í Reykjavík þannig að við erum að horfa á önnur sambærileg svæði annar staðar í borginni sem eru utan þéttbýlismarka þannig að ykkar svæði klárlega inn í vinnunni. En ég þori ekki svara með þessi áform þín og allt það hvernig það hefur atvikast en það eru í aðalskipulaginu í dag vissulega möguleikar að skipuleggja byggð á það sem heitir landbúnaðarsvæði þitt þín skiki á landbúnaðarsvæði gerir ráð fyrir og þar eru skrifaðin í aðalskipulaginu en svo þarf að meta hvert og eitt tilvik þannig ég þekki það ekki alveg. Synjunni var svo einföld, það ekki veitt leiður í þessari byggingu þess að þú átti að byggja rétt á lóðin á landinu og getur fengið meira. Það er ákvæðin að geta skipt upp skikum og það kannski bara eitt það sem við erum að skoða, við erum að rýna og það náttúrulega skrifað inn í verklýsinguna að reglurnar sem gilda núna á landbúnaðarsvæðum og kannski að leiða þetta líka sem Reynir var við erum alls ekki að segja að við séum að fara að segja að trúa því að hefðbundin landbúnaður, við vitum alveg allt um það að hefðbundin landbúnaður landbúnaður í þessu svæði ekkit ósvipað og bara í uppsveitum Árnessýslu þar sem hefðbundin landbúnaður mjög víkjandi og komin í staðinn mjög fjölþætt nýting á landi og þessi ákvæði sem eru á landbúnaðarsvæðum þau eru klárlega til endurskoðunar núna og við erum hérna til að safna saman ábendingum það sem betur mætti fara. Takk fyrir. Það eru 2 spurningar í viðbót. Það þú, gerðu svo vel. Já, komið sæl, heyrist þið mér? Já, Guðni heit ég, íbúi hérna, ég nú ekki búin að búa lengst, ég ætla ekki að fara í þá keppni, en bara ég ætla að þakka fyrir góðan fund, þetta gott að sjá að eitthvað að gerast og ætla svona að leggja það að það verði hort til fjölbreytileika íbúasvæðisins hérna. Þetta sérstakt svæði, við höfum tækifæri til að byggja upp. Ég átta á því sem Reynir segir, enda bóndasonur að það verður aldrei kúabúskapur eða fjárbúskapur, en mögulega hægt að stuðla einhverju fjölbreytni. Ég held allavega að þeir íbúar sem ég tala við sjá ekki fyrir sér nýtt grafarholt hérna heldur sé frekar hvort þetta nýta þá sérstuð fyrir það fólk sem vill komast aðeins lengri burtu, njóta náttúrunar og vera í fjölbreyttu samfélagi. Og svo vil ég fagna því að þetta með græna trefil, ég hef alltaf haft smá áhyggjur á honum, að þetta sé ekki bara verið að tala skóg því að mér finnst þessi Esjuhlíð sem við höfum hérna verið ofan okkur vera ein fallegasta fjallshlíð landsins og ég sé ekki alveg fyrir mér eitthvað grænt trjábelti þarna, ég bara allavega menn skoðu það á meti því að það eru margir staðar á landinu sem hægt að eins og Blikdalur til dæmis setja miklu fleiri tré heldur en í einhverja rönd í fjallshlíðina en ástæð fyrir stóð upp og ég var að bregðast við frá henni Sigríði vinkonu minni, ég sem formaður Landssambands hestamannafélaga
þá er ég aðeins að bregðast við því að við hestamenn lítum ekki á reiðvegi sem samgöngumannvirki, heldur er þetta íþrótta- og útivistarmannvirki og það er gott að það sé verið að leggja áherslu á þau í þessu því að við viljum vera að öll útivist og íþróttamannvirki séu höfði í forgrunni. Eins og ég skil þetta þá verðum að framsúga umferðarþingi seinni í mánuðinum eða viljið hlusta á eitthvað það já, það er ekki mikið verið að fjalla samgöngur hérna en reiðstígar og reiðvegir eru ekki hluta samgöngumannvirki lítið á heldur útivistar og íþróttasvæði. Takk. Takk fyrir. Við förum hratt yfir sögu hérna. Það voru 1, 2... Já, þú varst búin að bíða. Kannski vera stutt orð. Ásta Þórdís Skjaldal heiti ég, íbúi hér á Kjalarnesi og einn af ykkar kjörnum fulltrúum. Ég veit ekki til þess að það séu fleiri kjörnum fulltrúar en ég, búandi hér á svæðinu. Ég er fyrsti varaborgarfulltrúi sósíalista og er áheyrnarfulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði og tala alltaf máli okkar Kjalarnesinga þegar það er hægt. Ég held stundum að verða þessi þreyttir á mér. Þetta er frábær fundur, margt fróðlegt búið að koma fram og ég veit að ég fer hérna með lærdóm sem mun nýtast mér. Ég skil þá sem eru reiðir ég skil þá alveg virkilega vel, en við megum samt ekki gleyma því að fólki sem er núna að halda utan fundin eru starfsmenn sem hafa ekki valdtöku ákvarðanir. Við þurfum að taka þann slag við pólitískan meirihluta og ég held að það væri rétt að byrja á því að athuga hvort að borgarstjóri, núverandi borgarstjóri, væri tilbúin til þess að koma og eiga samtal við okkur íbúana og þá mæta með fulltrúa sinna flokka sem eru við meirihlutan, því að þar sem ég er í minnihluta að þá dugir það ekki fyrir mig að leggja fram tillögu nema ég fái meirihlutan með mér og ég þarf eiginlega ykkur með mér við hlið til þess að fá þá áheyrn alla leið. Þannig að ég geri það tillögu minni að við fáum borgarstjóra inn í þetta samtal. Takk. Takk fyrir kærlega. Og svo þú og svo þú. Góða kvöldi, ég heiti Líslott. Ég er ekki búin að búa lengst á Kjalarnesi, ég er nýbúa á Íslandi. En ég ætla að spyrja enn og aftur, stendur til að leyfa kláf á Esju? Einar sagði í febrúar, þegar hann reynda kom til okkar, að það stæði ekki til. Svo líði nokkra mánuði, svo sjáum við auglýst í blöðum að það stendur til að reisa kláf á Esju og ríkið er að auglýsa eftir aðila til samtals. Og ég skil alveg að þetta er pólitískt mál og að þetta er heitt kartafla sem að henda milli, en þetta eru flokksbræður af því að það er Sigurður Ingi sem er með ráðuneyti sem fer með ríkisjarða. Þannig að það lítur að vera eitthvað samtala milli og einhverju plön sem við gætum kannski fengið að vita betur. Takk fyrir. Takk fyrir. Heyrðu, býta aðeins. Já. Það er 2 í lokin. Þú heitir? Hlér. Ég heiti Hlér og við fjölskyldan við eigum hér skika, Kjalarnesi, nokkra hektara og ég held að eins og flestir aðrir sem eiga hér land og þá erum við nú aðalega að hugsa það hvernig við getum byggt þetta upp og fengið leyfi til þess að fara út í þær framkvæmdir sem við höldum að séu ákjósanlegar og mér skilst þá á því sem hefur verið sagt hérna að fram að 15. þessa mánaðar þá megi leggja fram tillögur til breytinga á skipulagi og sjálfsagt myndu þá ýmislegt af því sem við ætlum að leggja fram myndi þá sennilega passa inn í núverandi skipulag líka en hérna sem sé ég vil gjarnan vilja vita á hvaða formi og hvernig eigum við að koma okkar tillögum til og umsóknum til skila í þessu samhengi til þess að fá það inn í hérna breytt deiliskipulag. Takk fyrir, heyrðu, það er 1 í viðbót og svo farið að svara, gera svo vel. Vildu þú ekki? Nei. Þá held ég að þetta sé komið og Haraldur, þú
ætlar að svara þessum spurningum eða Þórður, vilt þú það? Já, ég kannski bara byrja með kláin að já, vissulega var auglýst eftir áhugasömum aðalum varandi það og þetta er náttúrulega í hérna á vegum landeigenda rauninni í gegnum þá sko en það er engin ákvörðun það er ekki búið að taka neina ákvörðun kláf eða ekki kláf upp á Esjuna. Þetta er háð breytingu á aðalskipulagi þannig að það er kannski heppilegt að þetta koma inn í þessa vinnu ef það er stemning fyrir kláfi og það er líka umhverfismat vantarlega þannig að þetta er þarna margt eftir að gerast áður en að einhver ákvörðun verður tekin í því eins og ég skil þetta. En varandi athugasemdir og gott að bara enda á því að verklýsingin svokallaða er á skipulagsgátt.is og þar er hægt að skrifa inn beint athugasemdir bara í glugga og líka hengja viðhengi og þeim er öllum safnað saman á eitt stað og allar athugasemdir sem eru settar inn þær verða opinberar rauninni, þær birtast þar fyrir alla þannig að þið getið séð hvaða athugasemdir eru komnar nú þegar fram og kannski rétt að nefna það bara hér að 15. september að við getum alveg gefið lengri frest líka þannig að við fáum lengri tími í þetta því að við munum náttúrulega líka að hlusta á hugmyndir sem koma eftir frestin af því að vinnan er bara í gangi og verður í mótun á næstu vikum og mánuðum. Og svo fundurinn er tekin upp og við setjum hann þá inn á hverfasíðuna og þá getum við líka sett inn á bent á skipulagsgátt. En kæra þakkir. Við fyrir ekki munu borgarfulltrúar hlusta á þessu upptökum. Ég skal senda þeim það sérstaklega bara á tölvupóstinn þeirra. Já, að líka eftir þessu því að þið fáum sko, bara takk út í kjærlega fyrir með þau og þið erum búin að standa ykkur mjög vel og auðvitað erum við svolítið að skjóta sendibúðan þegar við erum að skjóta á ykkur en hinn er koma og þegar þeir koma og við spurðum þau þá er þeir að flýta sér út og þeir eru þetta alveg að koma og svo gerist ekkert í 25 ára, ekkert. Ég skal senda þeim upptökuna og segja þeim að lesa og horfa. Takk kærlega fyrir í dag. Takk.